Góðan daginn, Íris heiti ég og nýútskrifuð grunnskólakennari og á mínu öðru ári í kennslu. Þetta hún Ása, hún leiðbeinandi minn. Ég heiti Ása Helga Ragnarsdóttir og aðjúnt emeritus hér við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Og ritgerðin mín fjallaði að rækta nemendur til góðra verka og hvert viðhorf kennara til lífsleyndarkennslu í grunnskólum. Val á viðfangsefni. Lífsleyndarkennsla hefur verið skilgreind sem námsgrein í skólum allt frá árinu 1999 og hún í stöðugri þróun í skólum en virðist eiga erfitt uppdráttar og ekki að njóta þessar virðingar sem hún á skilið. Og þarna má finna þetta hjá Aldísi Ingvadóttur. Og mig langaði til þess að fræðast hvað veldur þessu virðingarleysi greinarinnar og skoða hvort hægt sé að snúa blaðinu við og efla lífsleyndarkennslu í skólum með það í huga að byggja upp sterka, ákveðna, ljúfa og jákvæða einstaklinga. Áhugi minn á lífsleyndarkennslu hefur verið mikill eftir ég fór í vettvangsnám í kennaranáminu mínu en þar sá ég í þeim skóla sem ég var í að hún var á skornum skammti. Það vakti áhuga minn að rannsaka hvernig lífsleyndarkennslu væri háttað almennt í skólum hérna á landi. Þannig að ég fór að rifja upp námsár mín í grunnskóla, hvernig lífsleyndarkennsla var og hvað hefði breyst í lífsleyndarkennslu frá þeim tíma. Á grunnskólaárunum mínu var lífsleyndarkennsla lítil, fáar kennslustundir, bara bóklegar. Ég hefði viljað fá miklu betri fræðslu, jafnvel með kennslaaðferðum eins og leiklist. Heyr, heyr. Það sem tekin fyrir ákveðin viðfangsefni. Hlutverkaleikur getur verið öflugt og hjálpa nemendur að vera betur undirbúnir fyrir lífið sem bíður þeirra eftir grunnskóla. Einnig hefur verið gott að fá umræðu tekna frá ólíkum sjónarhornum. Ég man vel eftir kennslu kynfræðslu frá mínum grunnskólaárum en hún var í mýflugmynd og mér og samnemendum mínum fannst hún því mér ekki nægileg og kennd mjög sjaldan og henni ásamt öðrum sem fellur undir lífsleyndarkennslu hefði mátt gera miklu betri skil. Áhugavert að skoða hvort lífsleyndarkennsla fái nú á dögum sinn sess innan samfélagsgreinar þar sem margar greinar falla undir samfélagsfræði, þar á meðal landafræði, trúarbragðafræði, saga og þjóðfélagsfræði. Þetta rannsóknarspurningin. Hvert viðhorf kennara til lífsleyndarkennslu í grunnskólum? Framkvæmd fór þannig fram að það var sendur spurningalisti til 20 grunnskóla með tilviljun á úrtaki og lífsleyndarkennarar skólanna fengnir til að svara þeim. Í upphafi í október 2019 sendi ég tölvupóst á skólastjórnendur og spurði hvort möguleiki væri á því að kennarar sem kenndu lífsleyndarkennslu getur tekið þátt í könnun. Flestir skólastjórnendur svöruðu mér en því miður voru ekki allir, þrátt fyrir ítrekun. Skólastjórnendur sendu síðan póstinn áfram til þeirra kennara sem kenndu lífsleyndarkennslu í sínum skólum. Var að ræða bæði umsjónarkennara á yngsta og miðstigi en einnig samfélagsgreinakennara á unglingastigi. Það voru aðeins 30 kennarar sem svöruðu og það mun minna en í bjóst við. Þegar kennarar svöruðu spurningaleiðslunum mátti sjá hversu margir voru búin að svara og hvenær. Ég fylgdi þessu síðan eftir með því að senda ítrekunarpósta á skólastjórnendur og vonaðist til þess að geta haft áhrif á kennara sína í að svara spurningaleiðslunum. En að lokum voru þetta 30 og það ekki hægt að rekja svörin og þetta algjörlega nafnlaust. Fyrsta spurningin sem var á spurningaleiðslunum: á hvaða stigi sér þú lífsleyndarkennslu? Eins og myndin sýnir kenndu jafnmargir kennarar sem kenndu á mið- og unglingastigi eða 11 á hvoru stigi. Aðeins 8 kennarar kenndu á yngsta stigi. Enginn lífsleyndarkennari á öllum stigum. Næsta var hve margar kennslustundir í viku lífsleyndarkennd. Þessi mynd sýnir hversu margar kennslustundir í viku fóru í lífsleyndarkennslu. Þessi spurning var skrifleg en eftir að hafa rýnt í svörin voru ákvarðanir ofangreindir 5 flokkar sem sjá má á grafinu og svörin kóðuð í þá. Það var sjá að flesti kennarana eða 20 kenndu lífsleyndarkennslu í eina kennslustund á viku sem var það bil 40 mínútur. Þar á eftir koma 5 sem kenndu í 1 til 2 kennslustundir á viku, 3 kennarar sem kenna 2 kennslustundir á viku,
Að lokum kenndi einn svaranda 3 kennslustundir á viku ásamt því að einn kennari segist ekki kenna lífsleginni. Má því leiða að því líkur hann hafi ekki kennt neina lífsleginni þrátt fyrir að vera umsjónarkennari. Næsta hve mikill tími tekið fyrir lífsleginni nemanda á viku og í rannsókninni var spurt hversu mikill tími var tekinn fyrir lífsleginni nemanda á viku og keimlík spurningunni á undan. En hún var einnig skrifleg. Þar sem þessi spurning mjög lík henni, þannig að við ákváðum að hafa skriflegu svörin uppi. Og þetta eru aðeins ítalegri svör og þið getið lesið aðeins yfir þau. Hérna má sjá, lífsleginni mikilvæg námsgrein í skólastarfi og það má sjá niðurstöður úr svörum við fullyrðingunni að lífsleginni sé mikilvæg námsgrein í skólastarfi. Flestir sögðu það skipta miklu máli, eða 22 kennarar. 5 kennarar sögðu það skipta frekar miklu máli. 1 kennari svaraði skiptir engu máli og 1 kennari sagði það skiptir frekar litlu máli og 1 kennari sagði það skiptir mjög litlu máli. Finnst þér þá að í framtíðinni ætti að auka lífsleginni? Hérna sýnir svör kennara við þessari spurningu hvort ætti að auka lífsleginni í skólastarfinu umfram það sem í núverandi aðalnámskrá. 10 kennarar voru mjög sammála, 8 kennarar voru frekar sammála, 10 kennarar svöruðu hvorki né, 2 voru frekar sammála en enginn var ósammála. Og það því áhugavert að sjá hversu margir kjósa að svara með hvorki né, en það eru margir og þeir sem kusu að vera mjög sammála. Meiri hlutin þó sammála því að það þurfa að auka við lífsleginni í skólum. Hér spurningin, sett markmið og áherslur í lífsleginni í skólanámskrá skólans og kennarar sem svöruðu með já voru 20, 4 kennarar svöruðu með nei og 6 kennarar kusu ekki að svara, eða 20%. Finnst þér mikilvægt að lífsleginni sé sjálfstæð námsgrein og flestir kennarar voru sammála því að lífsleginni ætti að vera sjálfstæð námsgrein en það voru 14 kennarar eða 46,67%. Þeir sem voru frekar sammála voru 8, hvorki né voru 5 og frekar ósammála voru 3. Enginn var ósammála. 1 kennslustund í viku hæfilegur tími til að kenna lífsleginni í 4. til 10. bekk. Og á myndinni má sjá svör kennara við þessari fullyrðingu að 1 kennslustund í viku sé hæfilegur tími til að kenna lífsleginni í 4. til 10. bekk. 3 voru mjög sammála, 11 frekar sammála, hvorki né sögðu 4 kennarar. 10 voru frekar ósammála og 2 voru mjög ósammála. Og þannig að má sjá að svörin skiptast nokkurn veginn í 2 hérna. Það segja 14 kennarar eða það bil helmingur mjög eða frekar sammála. 12 kennarar eða tæplega helmingur frekar ósammála eða mjög ósammála. Síðan að lokum á spurningalistunum og spurði ég skólinn þinn á höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni. Og þá sýnir myndin að mikill meiri hluti svarenda var á landsbyggðinni eða 21 kennari á móti 9 og það áhugavert að hugsa af hverju það eru svona fáu kennarar á höfuðborgarsvæðinu sem gefa kost á sér að svara þessari könnun. Hér má sjá brot úr svörum 2 kennara sem við tókum viðtal við. Að byggja upp einstaklingin lífsleginni eins og margt, það getur verið allt frá því að kunna að vera manneskja sem kann á sjálfan sig og lífi til þess að vera manneskja í samfélagi við aðra. Tímum í samfélagsgreinum hefur ekki verið fjölgað þrátt fyrir að heil grein hafi verið sett þarna inn. Þetta svo mikil undirstaða að líða vel og vita hver maður þá getur maður tekið hvað sem Það ekki hægt að alhafa stöðu lífsleginni og lífsleginnikennslu út frá þeim gögnum sem hér hefur verið safnað og unnið úr. En svo tölfræði notuð einungis lýsandi. Úrtaki gefur ekki möguleika á öðru. Niðurstöður gefa þó höfundi og vonandi öðrum innsýn
í mikilvæg viðhorf og skoðanir í tengslu við lífsleyndarkennslu sem geta nýst mér í væntanlegri kennarastarfi. En því miður það kom samkomubann og þannig ég gat ekki heimsótt fleiri kennara, ég gat bara heimsótt þessa 2 og gat ekki fylgst með þannig kennslu. Þannig að það hefði verið skemmtilegra að fá meira innsýn inn í fleiri skóla og sjá hvernig þeir eru að kenna. Ólíka skóla. Já, ólíka skóla. Og forvitnast aðeins skoðanir og væntingar. Ef marka má niðurstöður má sjá að viðhorf til lífsleynni frekar jákvæð hjá svarendum bæði í könnuninni og hjá viðmælendum. Skiptar skoðanir voru því hvort að 1 kennslustund væri nóg fyrir lífsleynni á viku. Það sem til viðmiðunar eru 40 mínútur í einni kennslustund og ef hort á allt kennsluefni sem á að kenna í lífsleynni ætti að íhuga hvort að ætti að kenna 80 mínútur eða 2 kennslustundir á viku. Það voru þó einhverjir sem svöruðu því að þeir kenndu 2 kennslustundir á viku en það voru því mér ekki margir. Kennarar voru flestir sammála að lífsleynni ætti að vera undir sér hatti og vera sérstakt fag en ekki ein á samfélagsgreinunum. Og ég vona að þetta verkefni og þessi ritgerð veki upp umræður lífsleyndarkennslu í dag og hvort að þurfa að bæta hana og þá hvernig. Þurfum við að gera aftur á sérstakri námsgrein til að hún fái pláss sem hún verðskuldar, fær hún ef til vill og lítinn tíma í skólastarfinu. Ekki boðin nægileg virðing fyrir greininni. Og niðurstöður þessara rannsóknar geta vonandi nýst í tengsli við þróun greinarinnar. Þannig að ég vil gera orð Sigrúnar Aðalbjarnardóttur að mínum hérna í lokin, en hún segir leiðarljós allra uppalenda er að hlúa að heill barna og ungmenna í samtíð og framtíð hverjar sem aðstæður þeirra eru, bæði þeirra eigin þágu og samfélagsins. Takk fyrir. Og við köllum eftir fleiri rannsóknum á þessu sviði. Algjörlega. Sammála.